Það ýmislegt að vera í Eyjafjarðarsveit og eitt af því handverkshátíð. Þú ert framkvæmdastýra hátíðarinnar. Undirbúningur í fullum gangi? Já, undirbúningur í fullum gangi. Þetta 23. hátíðin og sýnendur, það nýlega búið að kynna hverjir verða sýnendur í ár. Máttu segja okkur eitthvað? Já, ég get sagt það að við fengum, það þriðjungur sýnenda í ár nýir aðilar og það voru mikla breytingar. Stærstu flokkarnir hingað til hafa verið núna síðustu 4 árin hafa verið fatnaður og skart en það er breyst. Þeir hafa aðeins minnkað og komið meira svona jafnvægi og textilvörur og heimilisvörur að koma sterkar inn núna. Fjöldi sýnenda sem verða með í ár. Þetta búið að vera eins og segir ofboðslega lengi og hvað svona helsta sem þið finnst hafa breyst alveg frá upphafi við hátíðina? Já, það bara það eru karlmenn, þeir eru líka komnir áður fyrir voru þetta eingöngu konur nú eru karlmenn orðin þó nokkur hluti af sýnendum og svo bara í dreifingin orðin mikil, það er líka mikil metnaður í vörum sem að sýnendur að koma með og svo hefur þetta breyst frá því að vera eingöngu handverkssýning yfir að verða fjölskylduhátíð. Og það fleira í gangi í Eyjafjarðarsveit, það eru hér íbúðir til sölu, getur þú sagt mér aðeins frá þeim? Já, við ákváðum að gera svona örlítið átak fyrir stuttu í að auglýsa lóðir sem eru hér til sölu og það hverfi hérna norðan við Hrafnagilsskóla og hluti af Hrafnagilshverfinu, 27 einbýlishúsalóðir og 3 raðhúsíbúðalóðir. Og gatnagerðin að mestu loki þannig að þetta er nánast tilbúið og við viljum endilega reyna að koma einhverju hreyfingu á framkvæmdir hérna, fá fleira fólk í sveitarfélagið. Og fólk kannski vill í auknum mæli flytjast aðeins út fyrir bæinn, komast aðeins út fyrir þéttbýlið eða Akureyri í þessu samhengi. Er þetta ykkar svar við því? Sveitarfélagið skipulagði hverfi hérna í kringum 2000, þá var ytri hlutin af Hrafnagilshverfi skipulagður og þar seldust lóðir mjög vel og svo var ákveðið að halda áfram svona í framhald af því og ég veit ekki hvort að fólk endilega sé að flykkjast í það að flytja úr þéttbýli í dreifbýli en það má hins vegar segja að það að búa hér á þessum staði eða í öðrum þéttbýliskjörnum hér í sveitarfélaginu eins og Kristnesi eða í Brúnahlíðarhverfinu að við höfum kosti þéttbýlis og dreifbýlis og við búum við það að vera í dreifbýli en öll þjónusta innan Seylingar. Og ef þú ættir að koma með smá söluræðu, af hverju fólk ætti að búa akkurat hér, hvað myndir þú segja? Já, við höfum margt upp á að bjóða. Skólastarf kannski það fyrsta sem kemur upp í hugan. Leikskólastarf hér mjög öflugt og vel mannað af fagfólki. Grunnskólinn hefur mjög gott orð á sér. Við erum með tónlistarskóla sem starfar mjög mikið með bæði leik og grunnskóla og það má kannski nefna það er öflug íþróttamiðstöð hérna, mjög góð íþróttaaðstaða og það að búa hér í Hrafnagilshverfinu þýðir það að þú ert í svona 200-300 metra göngufæri við alla þessa þjónustu. Og svo þetta handverkshátíð hérna á staðnum. Þið hafið hvatt sveitunga til þess að taka virkan þátt í undirbúningi og í hátíðinni og nú skilst mér að fuglaræður spili einhver þátt. Geturðu útskýrt það fyrir mér? Já, það í raun og veru fólkið í sveitinni sem setur upp hátíðina. Það 350 mann sem koma að henni, sveitungar sem koma að henni á einn eða annan hátt. 2012 þá vorum við eftirminnilega með póstkassaverkefni. Það sem í aðdraganda sýningarinnar þá skreyttu íbúar sveitarinnar póstkassana sína með ýmis konar handverki. Og það gaf svo vel að við ætlum að endurtaka leiki núna og höfum hvatt íbúana til þess að útbúa fuglaræður og koma fyrir hérna á ýmsum stöðum í sveitinni. Spennandi, þannig að það nóg að vera og það gott að búa hér, eða hvað? Já, ég held að megi líka undirstrika það að samfélagið gott, hérna öflugt menningarlíf og við erum til dæmis með kóra, við erum með kvenfélög, við erum með
öflugt leikfélag sem sko ábyrrandi, setur upp velsóttar sýningar á hverju ári má segja. Þannig að það mjög margir kostir við að vera í samfélagi eins og þessu. Og þetta samheldið samfélag? Já, ég myndi segja það. Og það má nú segja það að þegar eitthvað bjátar á hjá kannski einni fjölskyldu eða einum stað, þá samtakamátturinn mikill til að hjálpa og hjálpa fólki bara að halda áfram.